komið sæl, Birgir Þór heiti ég. Þeir eru að horfa á Lýsing Motorsport og efni þáttarins í kvöld. Fyrsta umferð Íslandsmótsins í torfæruakstri sem framfór í maímánuði. Við skreppum líka á Hellu því þriðja umferðin fer fram á laugardaginn kemur. Aðeins að rifja upp hvað er svona sérstakt við Hellu. En fyrst að fyrstu umferðinni. Það lá ljóst fyrir rétt áður en að keppni hófst að Gísli Gunnar Jónsson myndi ekki mæta til leiks. Tekið sér frí sökum Anna og verður ekki með sjónarsviftir að Gísla en eftir því sem að ég kemst næst þá er þetta bara tímabundið frí. Gísli Gunnar Jónsson er margfaldur meistari í þessari grein og unun á að horfa hve mikla stjórn hann hefur haft á þeim bílum sem að hann hefur ekið, eða þessum bíl réttara sagt sem að bæði er búin að bera nafn Arctic Truck, Kókómjólkin og Makkinn. En Gísli var ekki einn það að vera fjarri góðu gamni. Björn Ingi Jóhannsson var fyrir vélabílinn daginn fyrir keppni og átti því ekki möguleika á því að ná þessari fyrstu keppni. Byrjaði illa í fyrra á Enver núna. Það stýri fór og það framdrið er ekki undir. Það er Gunnar Ásgeirsson sem var í tómubasli á keppnisdegi allavega morguninn. Þetta var náttúrulega gaman. Fyrsta óöfni var svo að skiptingi fór hérna þegar ég ætlaði að fara í fyrstu braut. Já, það stendi í litla keppni fyrir Harald Pétursson, vantar Gísla Gunnar Jónsson, Björn Inga Jóhannsson, Sigurþór Jónsson og Gunnar Ásgeirsson. En þessir menn hafa allir verið að veita Haraldi talsverða keppni. Já, það vantar aðal keppinautana en það er að sjá hvernig hinir koma undan vetri, þeir geta nú verið orðnir skæðir sko. Þú ert alveg klár í slaginn? Já, það á alltaf verið tipp-topp. Hvernig líst þér á brautirnar hérna? Ég er nú ekki búinn að skoða þær sko, nema bara sem ég sé hérðan sko. Allt mér svolítið vera svona mikið stutt og beinu hérna en maður bara sjá hvernig það spilast úr því sko. Hentar það þér vel, þessi bratti sem er? Já, hentar kannski ágætlega bratti þegar hann er eitthvað svona langt að keyra en þegar það er svona eitt stutt barða þá hentar það mér ekkert betur en öðrum sko. Kristján Jóhannesson kemur á þessum bíl, hefur ekki keppt í 2 ár. Á hvaða sæti stefnirðu? Fyrsta, ekki spurning. Er það raunhæft? Nei, maður verður að hafa takmark. Gunnar Gunnarsson kemur úr Keflavík. Þú ert búinn að gera einhverja breytingar á þínu bíl? Já, við styrktum hérna framásinguna og settum sterkari öxlægjan og aðeins jukum við beygjuradíusinn nema að við eigum eftir að fá lengri tjakk til að fá hérna alvöru beygjurnar sko. Þannig að aðeins beygir meira sko en ekki eins og hann getur. Samskonar búnaður hjá Haraldi? Já, þetta er mjög svipað. Gengur þetta í götubílaflokki? Já, þetta er bara nákvæmlega eins og hinn er að gera. Þeir fræs úr öxlunum sínum til þess að fá meiri beygjur og úr liðhúsum og öðru sko. Þannig að þetta er bara nákvæmlega saman prógram. Aðal styrkleiki hjá okkur er hérna öxlarnir út. Ég var alltaf að brjóta þá. Og Gunnar Gunnarsson fór fyrstur í fyrstu braut. Það var löng braut og hér þurftu menn að takast á við hliðarhalla. Og þá skiptir reynslan talsverðu máli. Falla ekki niður fyrir brautarmerkingar. Reglur eru sem fyrr 350 stig fyrir fyrsta sætið. Nei, 350 stig fyrir að fara alla leið ætla ég nú að segja. 20 stig tapast fyrir að snerta dekk. Það er svo að eitt hjól bílsins lendi fyrir utan brautarmerkingu. Þá tapast 50 stig. Það gildir reyndar líka ef að 2 hjól lenda utan brautarmerkingar. Fari hins vegar þannig hjá keppenda að hann fari aðeins með 1 hjól í gegnum hlið. 1 hjól innan brautarmerkinga. Þá eru 100 stig dregin af mönnum. 10 stig fyrir að stoppa, 40 stig fyrir að bakka. Og eins og sjá má hér, þá eru 120 stig dýr fyrir Gunnar Gunnarsson. Hann fær aðeins 50 stig, enda hliðið er þarna upp á brúnni. Það er Haraldur Pétursson. Var refsilaus fram að þessu hliði. Nú við sjá hvort honum gengur betur í þessu lausaefni með mun öflugri dekk, léttari bíl og þetta er eins og að drekka vatn fyrir Harald Pétursson. 350 fyrir lengdina en 60 refsistig, 290 stig og tekur forystuna.
Þá var það Pétur Pétursson þessari bifreið og Ásgeir Jamil á sínum tíma í götubílaflokki. Pétur ekur þá í götubílaflokki einnig. 5 keppendur í götubílaflokki, hann fær hér 80 stig, kominn út úr braut og Gunnar Ásgeirsson mætti án framdrifs. Náði sér í 10 stig fyrir þessa tilraun sína, 10 stigum meira heldur en Sigurður Þór Jónsson sem að misti af fyrstu braut vegna bilunar í gírkassa. Það er Ragnar Róbertsson. Það er vandræðum hér í þessu lausa að ná beyjunni. Og svo Hickstar bílinn og Hickstar, þetta er óvenjuleg sjón og óvenjulegt að heyra þetta. Aðeins 110 stig. Það var Bjarki Reynisson. Bjarki sigraði í einni keppni í götubílaflokki á síðastlinu ári og veit núna hvað það er að vinna. Jafnt og þétt verið að bæta bæði aðstúkstækni sína og eins bílinn. Varð í 9. sæti í Íslandsmótinu í fyrra yfir heildina. Já, hann er að taka forystu hér í götubílaflokki. Vel gert hjá honum. Stefna hann ekki alveg rétt á endaliðið. 210 fyrir lengdina og 50 refsistig, 160 stig. Vel gert hjá Bjarka. Þá er það Leo Viðar Björnsson. Þessi bíll gengur undir nafninu Steðjinn. Helgi Sjökt í Eyjafirði smíðaði þennan bíl fyrir nokkrum árum síðan. Og Leo fær hér 180 fyrir lengdina en 120 refsistig. Það voru Kristján Jóhannesson. Þessi bíll er að grunni til gamla heimasætan en Árni Kópsson sem var nú marktum frægur fyrir 10-15 árum í torfærunni, gjörbreytti torfærunni og gerði það með þessum bíl. Og Kristján, hann er ekki með rétta stefnu hér frekar en Bjarki, 160 stig og þá eru þeir jafnir í öðru sæti, Kristján Jóhannesson og Bjarki Reynisson. En Haraldur Pétursson leiðir eftir eina braut með 290 stig. Sjá það Ragnar Róbertsson er í 3. sæti með 110, Pétur Pétursson í því 5. Gunnar Gunnarsson er í 7. sæti, Sigurður Þór Jónsson er í 10. sæti. Það gerðist fátt markvert í braut nr. 2. Karl Lýðir Jónsson fór fyrstur í hana, fékk 30 stig. Þessi braut reyndist ókleif. Sigurður Þór Jónsson var hins vegar hungraður í stig. Gerði atlögu við þetta barð og slapp hér án þess að skemma bílinn og upp úr krafsinu hafði hann aðeins 50 stig. Og við vindum okkur beint í 3. braut. Það er Daniel Gunnar Ingimundarson sem fer hér fyrstur og hann fer hér alla leið, 350 fyrir lengdina og tapar 45 stigum. Það var Pétur Pétursson í götubílaflokki á meðan Daniel er í sérútbúnaflokknum. Takið nú eftir hvernig fjöðrunarkerfið vinnur. Og vinnur réttara sagt ekki alveg rétt. Missir bílinn í allt of mikið hopp hérna og þar með missir hann alla ferðina og hann kemst ekki upp, 230 fyrir lengd. 50 refsistig. Þá er það Gunnar Ásgeirsson. Hljóma nú eins og eitthvað sé að. Hann klórar sig hérna rétt, skríður yfir brúnna. 50 refsistig með 300 stig fyrir þessa braut. Ragnar Róbertsson. Og það fretar hjá honum vélinn. Hann fer í gegnum endaliðið en stoppar þar og getur ekki ekið af sjálfsdáðum í burtu og þar með telst hann ekki hafa lokið braut og fer hans 250 stig fyrir lengdina. Hann tapar þarna heilum 100 stigum. Bjarki Reynisson var í öðru sæti ásamt Kristjáni Jóhannesinni eftir fyrstu braut. Og hann heldur hraðanum hér og upp á fer hann 350 stig og aðeins 20 refsistig, 540 stig, vel gert. Leo Viðar 350
Kristján Jóhannesson. Sjáuði aflið. Já, 350 stig refsilaust og Gunnar Gunnarsson. Til slagt gengi í fyrstu braut þarf hann á öllum stigum að halda til þess að halda í við Bjarka. Létt mál hjá Haraldi Pétursinni og hann nýtur góðs af forystunni sem hann byggði upp strax í fyrstu braut. Karl Víðir. Hér vantar hreinlega afl til þess að snúa hjólunum nógu hratt til þess að halda ferðinni. Og hann fer ekki lengra í þessari þriðju braut og fær 210 stig, komið 240 stig eftir 3 brautir. Sigurþór Jónsson sem velti í braut nr. 2 og fékk 50 stigar. Fær þetta létt. Og staðan að loknum 3 brautum, Haraldur Pétursson í efsta sæti með 680 stig, Kristján Jóhannesson annar með 550 stig, 10 stig meira en Bjarki. Gunnar Gunnarsson 100 stigum á eftir Bjarka í slagnum í götubílaflokki. Leó Viðar Björnsson í 5. sæti. Það leggja ekki litlu betur fyrir keppendur í 4. braut heldur en í 2. braut. Hér er það Ragnar Róbertsson aðeins 80 stig. Og eitt fárra fór Haraldur Pétursson upp hér þetta fyrsta barði í þessari braut. En missir loft úr vinstra framhjóli. Þar með hluti af gripinu farið og hann fær 210 stig en með 870 stig alls af 1400 mögulegum eftir 4 þrautir. Og einn annar keppandi fór upp fyrsta barðið, það var Pétur Pétursson. Kom svo lítið á óvart að menn komist ekki þarna upp en Pétur fór ekki mikið lengra en þetta því að hér bakkar hann meir en bíllengd. Og þar með er hann búinn að bakka sjálfan sig út úr braut. 150 stig mínus 20 og staðan þegar að 4 brautir eftir. Haraldur Pétursson 870 stig, Kristján Jóhannesson 630. Muna núna 90 stigum á Bjarka Reynisinni og Gunnari Gunnarsinni. Sigurþór Jónsson búinn að klifra upp í 7. sætið úr því neðsta eftir fyrstu braut. Bjarki Reynisson fer fyrstur í 5. braut. Hér Reynir á lægni. Byrjar í miklum hliðarhalla og undir lokin þá Reynir á afl bílana. Bjarki gerir þetta vel. Er að mínum að þetta er refsilaus þegar hér er komið sögu. Og fær hér tilhlaup í brattasta hlutann. Missir síðan afl hérna virðist vera og kemst ekki upp fyrir þetta hvíta dekk. Hann fær hans 180 stig fyrir lengdina og þar með opnast möguleiki fyrir Gunnar Gunnarsson að komast upp fyrir hann. Og Leó Viðar missir hér safnara af bústurörinu, svo kallaðan kollektor, og slangan sem að þarna tengist safnaranum segir búnaði bílsins til hvað er að gerast í bústurörunum. Þar sem að þessar upplýsingar vantar að þá ruglast blandan inn á mótorinn og hann gengur ekki sem skildi og hann fær aðeins 10 stig fyrir þessa braut. Kristján Jóhannesson. Bara nokkuð öruggur með annað sætið þegar að 3 þrautir eru eftir. Gerir þetta vel. Gunnar Gunnarsson. Veit sem er að hann á möguleika á því að komast upp fyrir Bjarka. Eins og þið sjáu þá rigndi talsvert þennan dag, það var þó hlýtt. Keppendur létu þetta ekki hafa áhrif á sig. Þá er komið að því. Hann þarf að ná beyjunni til vinstri, upp fyrir hvítadekki og niður og þar með er hann búinn að taka forystu í götubílaflokki með 860 stig. Sigurþór Jónsson á líka möguleika á því að komast upp fyrir Bjarka og hækka sig sæti. Saknar eflaust 300 stiga úr fyrstu braut. Sjáum við aflið bara í miðri brekku að þá er aðeins gefið meira í, hann snertir hér og tapar 20 stigum.
330 stig, 820 stig. Er í baráttu við Gunnar Gunnarsson sæti og þá er það Gunnar Ásgeirsson kominn með bílinn í lag en þá klikkar bara ökumaðurinn. Það gefur okkur hins vegar tækifæri til þess að skoða undirvagn á þessum bíl en mikil vinna hefur verið lögð í að breyta Goodyear erninum. Meðal annars hefur verið lögð mikil áhersla á það að styrkja drifbúnað. Haraldur Pétursson leiðir með 1220 stig, Kristján Jóhannesson í öðru sæti. Gunnar Gunnarsson og Sigurður Þór Jónsson eru þarna í baráttu þriðja sæti en Bjarki féll úr því niður í það 5. og Ragnar Róbertsson er talsvert eftir Bjarka. 7. braut. Kristján Jóhannesson, þarna fengum við ekkert tillaup í sömu brekkuna og áðan en Kristján er að snerta hér í tvígang og tapa 40 stigum. Það er svo bratt og laust hér. Regnir ekki á linsuna í þessari vél en það gerir það hins vegar í hinni vélinni eins og sjáum á. Gunnar Gunnarsson í slag við Sigurður Þór Jónsson og 20 stig tapast þarna og önnur 50 hér, þannig að hann er væntanlega búinn að tapa heilum 70 stigum í þessari braut. Já, hann fær ekki um 140 stiga með 1000 stig. 140 af 350 mögulegum. Hann munaði 40 stigum á honum og Sigurður Þór Jónssoni fyrir þessa braut. Haraldur Pétursson í sérflokki og fer hærra en þeir sem hinga til hafa farið fær þó aðeins 150 stig, 70 refsistig. Og Karl Viðir Jónsson var orðinn algjörlega aflaus hér, er aðeins með 390 stig eftir 6 brautir. Og Sigurður Þór Jónsson var að aka mjög vel í þessari braut en virðist einhverju hluta vegna missa allt grip hérna. Fær hans 210 fyrir lengdin en 190 stig. Þar með komin 10 stigum upp fyrir Gunnar Gunnarsson upp í 3. sæti. Daniel Ingimundarson klóra sig hérna upp fyrir en refsingin mikil fyrir dekkin. Fer aðeins hærra heldur en Sigurður Þór Jónsson 200 stig, tapar 50 stigum. Þá er það Pétur Pétursson sem var í basli í þrautinni á undan. Vélinn gekk ekki sem skildi og hún gerir það ekki enn. Heldur ekki í annarri tilraun. Pétur veit ekki alveg hvað er að og aðeins 10 stig. Ragnar Róbertsson, ekki svipur hjá Sjón. Óvenjulegt að sjá honum ganga svona illa. Bíllinn er algjörlega aflaus, aðeins 40 stig, hann átti að fara upp fyrir þetta hvítadekk á vinstri hönd, rauð á hægri hönd og þá er það Bjarki. Hann treystir ekki bílnum nýtrolausum í þessa brekku og tekur á það ráð að bakka, tapar við það 40 stigum. Hann hefur bara ekkert afl til þess að ná upp fyrir hvítadekkið og fær aðeins 20 stig fyrir þessa tilraun sína, 810 stig. Leo Viðar, einhverju hluta vegna þá treysti hann heldur ekki sínum bíl til þess að fara upp. Hann gripið mun meira í þessum dekkjum heldur en í götubílaflokki. Vel gert, hann er refsilaus. Nokkuð ljóst að þessi drengur á eftir að blanda sér í toppbaráttuna þegar hann er búinn að ná fullum tökum á þessum bíl. 170 stig, tapar 40 stigum fyrir bakkið. Haraldur Pétursson leiðir og er með þetta í hendi sér 2 þrautir eftir. Kristján Jóhannesson í öðru sæti. Sigurður Þór Jónsson 10 stigum upp fyrir Gunnar Gunnarsson og Bjarki í 5. sæti með 810 stig. Ragnar Róbertsson er fallinn niður í það 8. Og Sigurður Þór Jónsson byrjaði á því að ná mjög góðan tíma í tímabrautinni og allt stemdi í það að hann væri að auka forskot sitt á Gunnar Gunnarsson. En Gunnar Gunnarsson var ekki á þeim buxunum og hann bætti tíma Sigurðar, náði besta tíma í brautinni og náði þar með 3. sætinu aftur. Og Daniel Ingimundarson stökk manna lengst.
Áttunda og síðasta brautin reyndist mönnum auðveld. Hér fóru allir upp, 350 stig fyrir það og engin breyting var á stöðu manna. Það var þraut sem var bara svona beintstrik upp. Sjaldséðar í torfærukeppnum. Þetta var fyrsta umferð Íslandsmótsins. Það eru 5 umferðir í Íslandsmótinu. Önnur umferðin fór fram á Blönduósi og við gerum henni skil þriðjudaginn eftir Verslunarmannahelgi. En í næstu viku einbeitum við okkur að sjálfsögðu að hellukeppninni, þriðju umferðinni. Haraldur Pétursson öruggur sigurvegari í þessari keppni. Kristján Jóhannsson í öðru sæti og Gunnar Gunnarsson komst aftur upp fyrir Sigurþór Jónsson eins og kom fram hér áðan og hirti þriðja sætið. Bjarki Reynisson var í 5. sæti og á öðru sæti í götubílaflokki. Haraldur, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir. Þetta var nú eiginlega svona keppnislaust. Já, það hefði nú verið skemmtilega að hafa þetta aðeins meiri. Þannig að það smá spennandi í lokin en þeir eru náttúrulega margir að koma í gang eftir mikla breytingar og svona, þannig að það getur nú komið keppni í þetta þó að Gísli sé ekki, sko. Og Björn Ingi fjarri góðu ganni. Já, hann lenti í vélabilunum, þannig að þeir verða nú allir næst, þannig að það verður meira spennandi þá. Það er búið að breyta stigagjöf, þannig að nú færð þú bara 10 stig, annars sætið 8 stig, þriðja sætið 6 stig, þannig að það er ekki öll nótt úti hjá hinum, eða hvað? Nei, nú það er henni bara ágætt á það getur allt komið fyrir ennþá, bara fyrsta keppni og það er nú ekki mikið að bregða út af, sko. Ég get lent í vélabilun eins og Björn Ingi skilur, hverju sem er. Þetta er spurningin góðan undirbúning. Já, og það er sem við með núna náttúrulega við breyttum bílnum lítið sem ekki neitt, þannig að við erum aðalega búin að vera yfirfara og hann er bara í topplægi og maður mætið með hann eins og hann var í fyrra núna, sko. Þannig að það hjálpar manni helling. Maður sér það á hinum sem voru að breyta núna eins og ég var í fyrra, þeir eru í brasi. Eins og þú varst í. Eins og ég var í fyrra, sko. En nú aftur til hamingju með sigurinn. Takk að þið fyrir. Og þú stefnir náttúrulega á fyrsta sæti á Blönduósi. Að sjálfsögum, maður stefnir alltaf á það. Það verður ábyggilega ekki jafn auðvelt. Nei, ég get trú að það er erfiðara þar, sko. Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki eins og áður hefur komið fram. Ja, Gunnar, hafðist þetta hjá þér í götubílaflokki? Já, ég held að það sé alveg pottþétt. Bjarki var að standa sig mjög vel til að byrja með. Já. Þú illa. Já, það var vont að vera fyrstur í fyrstu þraut, út af hún var svo rosalega hólóð. Svo náttúrulega leið á hinir fara, sko, þú veist, það náttúrulega fleiri og fleiri, þá lenda þeir bara í þetta sé eins og Laugavegurinn, sko. En svo náttúrulega naut ég góðast að því í næstu þrautum á eftir, skilur, en svo var helvits óefni á Bjarka, hann var nýtrolaus í einni þrautinni, þannig að þú veist, það hefði verið harðari kannski hefði hann fengið nýtróðinn, og það náði helviti langt nýtrolaus, sko. Hann er að koma mjög vel undan vetri. Já, hann er koma svona úr sveitinni, sko, vel undan vetrinu. Það er svona að þeir vera að hleypa þeim út á vorin, sko. Það er mikill kraftur í honum. Já, það er gaman að því líka og það er líka frábært að við erum held ég fleiri í götubíla í dag heldur en í sérumbúnu, þannig að það er allavega í lagi, skilur. En það náttúrulega við erum allavega orðin 5. Það er gaman að því. Frábært, til hamingju með sigurinn í flokknum. Takk að þér. Og staðan í Íslandsmótinu: Haraldur Pétursson með 10 stig, Kristján Jóhannesson 8, Gunnar Gunnarsson 6, Sigurþór Jónsson 5, þetta er sama stigagjöf og í Formúlu 1 og heimsmeistarakeppni í rally, og þannig er það í öllum greinum Landssambands íslenskra akstursfélaga. Á laugardaginn kemur fer fram þriðja umferð Íslandsmótsins í torfæru, að þessu sinni verið keppt á hellum. Þar var fyrst keppt árið 1973. Einu sinni hefur keppni fallið niður og þetta er því í 30. sinn sem að keppt er á þessu ári. Þetta er margt ólíkt öðrum torfærukeppnum vegna þess hvernig svæðið er. Þannig verður að aka í svörtum vikri á vatni og síðan er að sjálfsögðu farið í mýrina undir lokin og þarna hafa áhorfendur og keppendur skemmt sér sennilega best alltaf, en bíða eftir þessari keppni enda mjög sérstök. Skora okkur að fara á hellu. Laugardaginn kemur í vonandi frábæru veðri. Keppni hefst klukkan 13 og henni verður lokið væntanlega klukkan 5. Sjáumst stress hér að vikuliðinni með hellutorfæruna þriðju umferð Íslandsmótsins. Birgir Þór, þakka fyrir að sinni. Bless.
barbershop. Looked at his face, took out his jacket, put it on the pavement, stepped on it, and started preaching like a monk from another world. After some minutes, he had a little crowd, which disappeared when a police car passed by slowly, like rolling glue. And Mr. Tulip rose his voice till he was the only one in the area. At this early night,